ástæða til að klappa fyrir Flosa og félögum. Næstur þar á eftir hann Jóhann G. Jóhannesson sem syndur hryssuna Leikdísi frá Borg. Hún brún einnig, þarna númer 2 í rauðinni. Hún undan hryssunni Óp frá Búr. Eigendur hennar Hestaborg EHF. Og hún þarna aðeins Leiknis lúk á henni líka sýnist mér. Síðan kemur á Ragnheiður Salmansdóttir hér á rauð-tvístjörnóttri hryssu sem heitir Gleði frá Vakurstöðum. Hún undan Gæfu frá Úlfstöðum. Hver mann ekki eftir Gæfu, þvílík glæsi meiri sem það og það Vakurstöðarbúið sem á þessa hryssu. Og fjórða hrossið hérna aftast, já, það hryssan Hólka frá Flugumýri 2. Samkvæmt mínum upplýsingum undan Sif frá Flugumýri 2 sem nei, þetta ekki hún. En þetta Kólka eða þetta Sóldögg? Ég veit ekki hvort það Þetta Kólka? Já, flott hún. Já, það breytir ekki. Hún allan undan Leikni. Leiknisdóttir, þú Jarpa, glæsi hrissa. Og það Eyrún Ýr Pálsdóttir sem syndur þá Jörpu. Þetta víga flott meiri líka. Sem sagt 4 flottar dætur Leiknis frá Vakurstöðum hér á gólfinu núna. Ég var það gott klapp. Innilega fyrir Leiknishópurinn. Já, báðum Leiknisdæturnar aftur í gegn. Eyrún Ýr Pálsdóttir á þeirri Jörpu. Þetta virkilega verkið að þusa. Hreyfingar mikið og falleg. Svo kemur Ragnheiður Salmansdóttir hér á Gæfudótturinni. Glæsileg hrissa sem þau eiga á Vakurstöðum. Svo það Flétta frá Árbakka. Sangat á Hestagull og svo hingað á eftirlega Leikdís frá Borg. Fíta hross undan Leikni frá Vakurstöðum. Enda Leikni sjálfur með 9 fyrir kvöld og brott, 9-5 fyrir Milli og Gæðsla og 9 fyrir Fugurreið. Sjáum við upp á ringuna. Við þökkum fyrir, við skulum klappa fyrir þeim þegar bara síðustu ferðina. Takk fyrir að vera með okkur, þetta flottur hópur. Sjáum við Flosa. Já, hvað skeiðar hjá Jóa? Hafið þið heila þökk. Já, það var heil þökk á þetta núna, góður. Þá eigum við von á einum hesti. Já, það var svo breyting í 14. atriði að Bikar frá Syðri-Reykjum mætir ekki. Hann hefur forfallast eitthvað og það þá bara Tótt frá Melkoti. Og við þekkjum Kára það vel að við vitum að hann stendur fyllilega undir því að vera hér með sólóatriði. En
enda búin að ríða sig á toppinn á landsmóti með hryssunni sinni glæsilögunni Maríu frá Feti og gera það gott með þennan hest ásamt fleirum og við skulum taka vel á móti Kára Steinsinni og Tóni frá Melkoti. Hann þetta Byggvi frá vestri Leirárfjörðum og Gerður frá Fellsmúla. Víinn með í einhvern 8.48 og Gerður frá Fellsmúla með 8.7.47. En hann Tótt, hann með fyrir byggingu 7.85 en 8.23 fyrir hæfileika. Og það af 9 fyrir tölt, 9 fyrir brott og 9 fyrir vilja og geðslega. Við skulum klappa vel fyrir Tón frá Melkoti. Það er ég. Nú í bókinni góðu eru upplýsingar notkun. Þetta veitir Kári Steinsson upplýsingar. Þannig að þegar hann fer fram hér á eftir og í hliði þá bara alveg saman við að káða til að halda undir þessum glæsi hest. Velkommen Tón. Sjáðu takk hreyfinguna. Þetta eftirsóknarvert. Hestarnir gangi allir. Ekki bara framhendir. Það eitt af því sem við megum alls ekki missa og íslenska horfastofnum og það mýktir. Mýktir undirstaða alls. Gaman að sjá líka riðið hér á hægri bölti. Tótt frá Melkoti. Og klapparinn Kári Steinsson. Ég held að sé alveg óvægt að setja heila þögg á þetta, kannski 1,5 þögg á þetta. Sjá hvernig hann dansar í fjörunni. Það er glæsilegt. Það ekki alltaf að ríða 8 útofnum, þetta má falið með sér. Hvað skal við fyrir honum? Bara Óli með dörrjóðum bara að opna. Það er ég! Þú gaman að fá svona sjóma. Jæja, höfum við gaman að þessu. Ef að klappa fyrir Kára, þá hann eina bun í gegn. Hann má fyrir hinna hérna. Sjáu þið. Þetta er sló! Það er mýktir! Það er einu halva það fyrir Kári. Glæsilegt var það. Glæsilegt hjá Kára. Hann er nú búinn að fylgjast með honum síðan að hann var að byrja að brasa í þessari hestamennsku og mikið hefur það nú verið skemmtilegt að sjá hvernig þau mánu að þróast. Gummi, þér átt að loka. Þá eigum við von á hestinum Konsert og Korpur. Konsert og Korpur mætir hérna sýstu sinni. Ég var ekki með yfir þessa veður í kveldi frá Korpur sem að fá Korpur.
Þetta er skinnmenni með þær. Þetta er Kortneri. Hann gerði það mjög gott á síðasta ári og meðal hæsta. Þetta eru tvö hross í eigu Hafliða Halldórssonar, landsliðs innvalds. Og mér sýnist Þórður Þorgeirsson leiða. Þau komast áfram þessi hross. Já. Við skulum bara klappa svolítið fyrir þið. Vansjálfur og Korkur, landsliðssigurvegari. Koncept er sá sem aftar fer hjá Guðjón. En Rissan, frænkans. Systir hans undan sæ, verja frá Korkur, Þórður á. Sæs afkvæmingu. Koncept, hann með 8.33 fyrir byggingu. Og fyrir hæfileika 8, 6, 9 og 8. Það er 9 fyrir skeið, 9 fyrir vilja og geðslag og 9 fyrir fegurri reið. Og eftir að Koncept var hér daginn í meistaraleikinn í hestaíþróttum þar sem hann sigraði svo eftirminnilega í fimmkampnum. Hann kom 10. inn í B-úrslitin, sigraði þau og fór síðan alla leið á toppinn. Bætti sig við hverja raun. Stóðu sig frábærlega og gaman að sjá þennan unga knappa með þennan góða hest, stendur sig vel. Við bjóðum ykkur velkomna. Og ekki síst gaman að sjá Þór Þorgeirsson hér sem komin hér heim til að vera með okkur á stóðhestaveislunni. Það eru glæsihross og frábæri knappar. Þetta lýsir sæn, svolítið þessi áframni, mikill kraftur, sjáuði hjá Guðjón, hægandöfnið, frábært. Þetta er það sem að gamli kallar sem ég hafa svo gaman að sjá. Hægandöfnið, mjúkt og vandleg. En ég er nú að þau geti gert ýmislegt annað heldur en að fara hægt. Skulum sjá. Og það var gott aprílkafli á hestafréttum daginn þar sem sagði að Hafliði væri búinn að kaupa hér Ingólfsgård með öllu saman. Ég trúi þessu ennþá. Og hér kemur Þórður að kveðja um að Korkur.